Pop- og rocksaga Íslands heimildaþáttaröð í 10 hlutum. Mér fannst þegar rock-æðið skall á, það var eitthvað alveg nýtt, ég var náttúrulega bara þá fermingur. Svo þegar Beatle-æðið kemur, þá var bara rockið að byrja upp á nýtt, bara með öðrum áherslum. En þetta var sviptilfinning. Við hittum þá sem settu svip sinn á blómlegt tónlistarlíf Íslendinga á þessum árum. Ég byrjaði ekkert að pæla í músík fyrir en bara ég 13-14 ára. Ég meina það var söngtími í skólanum og ég mætti aldrei í hann. Ég var það bara eitthvað leiðinlegt. Oft spurðir við viðtölum hvort að íslenska náttúran hafi áhrif á svona inspirasjón fyrir tónlistin okkar og þess að við erum ekkert að taka kassagítarinn okkar upp á hól og semja þar með álfunum sko, og þetta allt samið í einhverjum æðangurhúsnæði með sígarettustökum út allt gólf og bjórfílu sko, það það kemur íslenska náttúra ekkert við. Ég á það bara til að verða hálfgeðveik þegar ég að semja flutur. Þegar ég fyrir oft í stúdíó í dag sem ég á kannski að semja um einhverjum ókunnum og þeir eru bara, hún semir ekki neitt af því sem hún gerir, og ég bara, það eins að hafa hálfvita í stúdíó hjá sér. Pop- og rocksaga Íslands sunnudaginn 27. september á RÚV.